Gleðilegt sumar með hollri hreyfingu og útivist. Óskum íbúum Suðurnesjabæjar til hamingju með nýjan göngu- og hjólreiðastíg milli Garðs og Sandgerðis. Ellert Skúlason, EHF. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Í þættinum förum við á rafskútur sem eru komnar í Reykjanesbæ. Við skoðum stöðuna í bólusetningum og hittum fólk sem fór í bólusetningu eins og ég og fleiri. En síðan hittum við Tómas Knútsson en Blái herinn fagnaði nýverið 25 ára afmæli, reynt magnað starf sem Tómas Knútsson hefur reynt að hendi. En byrjum þáttinn á smá fjöri. Ég ætla að fara hérna smá hjólarúnd með bæjarstjóranum. Hvað getur sagt okkur þessa skemmtilegu nýjung hérna að hopp Reykjanesbæ? Þetta bara búið að vera frábært í Reykjavík og þess vegna erum við að opna þetta í sveitafélögum viðsvegar Ísland. Búin að opna á Akureyri, Vestmannaeyjum og núna Reykjanesbæ. Og við erum að opna þetta með 50 rafskútum. Það er hann Jobbi, Jósef Fein, sem er að opna þetta íbúi hérna í Keflavík. Og við bara hlökkum mikið til að sjá hvernig þetta gengur. Hvernig gerist þetta svona í praxís? Er þetta bara að rjúka á næsta hjól og segja okkur aðeins frá því? Já, þú byrjar á því að sækja app, bara hopp appið, bæði fyrir Android og iPhone. Og þú skráir inn símanúmer og kortaupplýsingar, ferði í gegnum smá svona uppsetningaferli þar sem að þú staðfestir að þú sért orðinn 18, að þú sért ekki undir áhrifum áfengis og fleira, kennir þér hvernig þú á að nota það. Það má til dæmis ekki nota þetta á götum en þú mátt vera á svo gangstígum. Og síðan bara kosta 100 krónur að byrja ferðina og 30 krónur mínútan eftir það og síðan bara hoppar Við erum búin að setja upp þjónustusvæði sem nær yfir Ásbrú, Innri og Ytri Njarðvík og Keflavík. Þannig að þú getur hoppað þarna á milli og lagt hjólinu bara þegar ferðin er búin, hvar sem er. Ef þú leggur utan þjónustusvæðis þá þarf þetta að greiða 2000 króna gjald fyrir það en það bara gerist. Kjartan, hvernig líst þér á þetta? Mér líst vel á það. Ég prófa að fara eitt hring og þetta er ekki flókið en ég held að sé full ástæða til þess að fara mjög varlega. Það er náttúrulega slysahætta þessu eins og öðrum samgöngum, bæði reiðhjólum og bílum og öllu, þannig að maður bara fara varlega. Þetta er náttúrulega bæjarfélagið í Reykjanesbæ er mjög langt, þannig að þetta kannski hentar ágætlega hérna. Já, ég var einmitt að spyrja að því, dragnin á þessum hjólum er alltaf 40–45 kílómetrar, þannig sé væri nú hægt að fara til Grindavíkur og taka annað hjól tilbaka þaðan eða tala ekki Hafnarfjörð. En maður á klárlega að komast Reykjanesbæ endan á milli á svona hjóli ef það er full hlaðið. Hver er reynslan svona í hinum sveitafélagunum og Reykjavík af þessu? Bara búin að vera ótrúlega góð. Það voru bara undirtæktirnar á Akureyri og Vestmannaeyjum voru ótrúlegar, vægasagt. Bæjarbúar tóku mjög vel í þetta og þeir sem voru að opna sérleyfin þar, þeir eru bara í skýjunum yfir hvað þeir búið að ganga vel. Núna í Reykjavík þá vorum við að stækka þjónustusvæðið til að ná niður í Hafnarfjörð. Við vorum að fjölga hjólunum úr 300 yfir í 1100 og við erum bara að sjá frábæra viðtökur það líka. Þannig að þegar það fer að hlýna, þegar sólin fer að birtast, þá fer þetta bara að vera frábært alls staðar á landinu. Hvað er algengt að notendur séu lengi með hjóli? Svona meðaltali er ferðin 7–10 mínútur, eitthvað þannig. Fólk fer lengstu ferðirnar á sunnudögum og styrstar á mánudögum. Mögulega bara því að það er að drífa sig í vinnuna á mánudögunum. Er fólk að þessu meira bara til skemmtunar eða er að nýta sér það jafnvel eitthvað í að fara milli staða? Það er bara allur gangur á. Fólk er mikið í að fara til dæmis frá einni strætóstoppustöð niður á Hlemm og tekur síðan hjólið þaðan til að fara seinustu 2 kílómetrana á vinnuna eða í skólann. Og hvað, það má nánast leggja hjólið hvað sem er frá sér? Já, nánast. Í hugbúnaðinum er hins vegar hægt að setja upp svæði þar sem maður má ekki leggja hjólunum. Við til dæmis gerum það við kirkjugarða og fleiri svæði eins og það, listigarða. Og síðan er hægt að setja inn svæði þar sem að hjólin fara hægar en ella. En í staðinn fyrir að fara á 20–25 km hraða, þá farið á 10, kannski 15 km hraða. Það er að spara einhver kolefnisspor á þessu? Já, þetta er náttúrulega innlend orka. Þetta er eins og rafmagnsbílarnir, þetta er bara
frábært innlegg inn í það allt saman og engin mengun. Þannig að þið hljóta að vera ánægð með að fá þessa þjónustu í bæjarfélagi? Já, bara flott. Hlakka til að sjá hvernig þetta reynist og þú talaði að það hefði gengið vel á Akureyri og í Vestmannaeyjum og ég bara óska þess heitast að þetta fari vel að stað hérna líka og bæjarbúar nýti sér þessa þjónustu. Bólusetningar vegna COVID ganga vel á Íslandi og mjög vel reyndar hér á Suðurnesjum. Þær fara fram á Ásbrú í húsi Landhelgisgæslunnar og við kíktum á stöðuna. Sveinberg, þetta aldeilis búið að vera fjör hérna síðustu daga, það ekki? Jú, og þetta segja bara síðustu vikur og mánuði frá því við byrjuðum. Var eitthvað átak í þessari vikum eða þetta bara búið að vera jafnt og þétt? Þetta eiginlega bara búið að vera jafnt og þétt, en þetta samt metfjöldi bólefna sem við fáum þessa vikuna og við erum bara háð því hvað við fáum mikið bólefni hverju sinni. Þannig að við erum tilbúin að bólusetja eins marga og við mögulega getum hver sinn. Hvaða aldur var þetta í þessari viku, svona cirka? Sko, við vorum að bólusetja árganga 57, 58, 59, 60 og 61 með AstraZeneca núna í morgun og svo erum við Janssen núna eftir hádegi og þá erum við með fólk í áhættuhópi. Og hvað svo næst? Herðu, við erum að sjá fyrir okkur að klára fólk með áhættu þetta í næstu viku og svo bara fyrir við niður í árgangum. Það fer bara háð því hvað við fáum mikið af magni af bólefni. Hver eru svona viðbrögðin hjá fólki? Bara almennt góð. Það vísi búið að vera náttúrulega erfitt varðandi með AstraZeneca núna. Fólk eitthvað hrætt við það. Þannig að það er búið að vera náttúrulega að boða forföll og ekki mæta því miður. Hafið þið þá kallað í aðra? Já, við erum að nýta allt efni. Hvernig eru Suðurnesin? Sýnist þér þetta vera svipað á öllu landinu svona með afgreiðsluhraða á þessu á bóluefnum? Ég held bara að við séum aðeins undan. Við erum náttúrulega kannski fljótir að klára hvern lista fyrir sig. Þannig ég held bara að staðan okkar sé bara nokkuð góð. Þannig að hvernig líst þér á þessa línur sem að heilbrigðisráðherra gaf út í vikunni svona hvernig þetta verði næstu vikurnar og mánuði? Það verði orðið frjálst land fyrir lok júní. Það verður náttúrulega óskandi ef við getum verið bara búin að bólusetja alla þá sem vilja fá bóluefni og vonandi bara vilja flestir fá. Þannig að það er nú óska staða, en við þó ekki bara vona að þá gangi eftir. Hefur þið getað ímyndaði fyrir ári síðan þegar heimsfaraldur var nýbyrjaður að þú værir á fullu að bólusetja og komið vel á veg með íbúa á Suðurnesjum? Nei, langt frá því. Gat ekki ímyndað með það, nei. Þannig að þetta alltaf koma og allir svona frekar ánægðir með þetta? Já, ég held bara heilt yfir, fólk sé ánægt og við erum búin að fá hrós fyrir bara gott skipulag og gengur hratt fyrir sig hérna og þannig að ég held svona almennt séð bara, gengur það bara vel. Já. Þið eru í fínni aðstöðu hérna upp á Ásbrú í húsnæði sem að Landhelgisgæslan er með, ekki? Jú, bara frábært húsnæði og frábært samstarf við Landhelgisgæsluna og lögregluna og hérna bara hrós skilið allir þeir sem hafa komið og aðstoða okkur í þessu, bara frábært. Þannig að sér eitthvað fyrir endan á bólusetningum á Suðurnesjum? Ertu komið þangað? Jú, já, ég vona bara að við bara klárum þetta í byrjun júlí, það væri frábært. En svo náttúrulega kannski eru börnin eftir og svona, en svona með meirihlutann, já. Það var vont. Ertu búin að bíða lengi? Nei, ég fekk skilaboð bara seinustu viku. Þannig að þú er alveg tilbúin að mæta? Já. Varstu með einhverja sérstakar hugmyndir varðandi hvað efni þú vildir? Var það eitthvað, skiptið einhverja máli? Ég maður langar bara að bólusetja mig og klára það. Hef ég venjulegt líf aftur fljótlega? Já, ég í áhættuhóp þannig að það er búið að vera svolítið leiðilegt að hanga inni seinustu mánuði. Ég langar bara að geta gert eitthvað hitt fólk og bara allt gaman að því. Fann lítið fyrir þessu? Já. Varstu spenntur að mæta? Alveg geðveikt. Jú, nú getur maður að ferðast og svona. Búin að panta ferðu? Já. Já. Í alvöru? Já. Til Tenni. Já. Það verða margir á Tenni? Það verða margir á Tenni. Já. Varstu sáttu við bóluefnið sem þú hefst? Já. Það er ekki að pæla í því? Nei, voða lítið sko. Las aðeins það. Já. Fínt að fara bara í eina sprautu. Já. Það gekk bara mjög vel. Já. Búin að vera spennt að bíða? Bara svona eins og allir aðrir held ég. Bara róleg. Já, þannig að sáttu að fá bara eina sprautu? Ég er bara döðfegin. Fyrirgefðu? Já, Janssen sko, já. Búin að panta ferð til útlanda? Nei, ég er ekki að fara strax. Þannig að þú ert ánægð með þetta? Mjög gott að vera búinn.
Sparri fagnar 25 ára afmæli og býður í afmæliskaffi og opið hús í Hafdal 14 í Reykjanesbæ, laugardaginn 1. maí klukkan 14 til 16. Verið velkomin. Tómas Knútsson, herforingi getur við sagt, í Bláa hernum, hefur unnið magnað starfi í umhverfismálum í aldarfjórðung. Hann hlaut góðan styrk frá Útvegsmannafélagi Suðurnesja nú á dögunum og við hittum kallinn að máli og fengum nýjar fréttir. Blái herinn náttúrulega stanslaust eða, ég segja, reglulega í fréttunum, Tommy, og og við höfum náttúrulega svona af og til verið að fylgjast með þér. Það gaman að fylgjast með þér sem þú hefur verið að gera. En svona kannski aðeins að nýjustu fréttunum að þið voru að fá mjög veglega styrk frá Útvegsmannafélagi Suðurnesja og 5 milljónir króna. Segðu okkur aðeins frá því. Þetta er náttúrulega þín barátta fyrir að hreinsa strandlengjuna og margt í okkar umhverfi. Náttúrulega hefur kannski tengist náttúrulega sjávarútvegi. Þannig að er sjávarútvegurinn eða forsvarsmenn þeirra, eru þeir að vakna núna eða hafa þeir verið góðir hjá þér? Styrkt þína starfsemi eða ykkar? Sko, ég talaði nú í 20 ár fyrir daufum eyrum. Það var nú eiginlega ekki fyrir en ég hótaði að henda ruslinu bara aftur í sjóinn að það fór að snúast í rétta átt. Auðvitað náttúrulega held ég að samfélagsmiðlar og eitthvað sem heitir samfélagsleg ábyrgð og að vera að keppa að einhvers konar verðlaunum varðandi góða og bætta ímynd í umhverfismálum, ég held að það vegi þyngst. Auðvitað náttúrulega er hundfúlt að þurfa að vera að benda á eitthvað. Ég hef nú alveg sleppt í að vera að benda á einhverja sökudólga. Sko, við eigum landið okkar og við eigum hafið okkar og við lifum af þessum tveimur náttúruöflum og okkur ber bara siðferðileg skylda að hafa þetta eins hreint eins og hægt er. Það sem að ég held að hafi verið svona vendipunkturinn í þessu öllu saman, að núna í dag er þetta ekkert annað en bara verðmæti að eiga hreint haf og hreint land. Og það er alltaf fleiri og fleiri og þjóðin er í raun og veru bara algjörlega vöknuð við það að hún er að keppast það. Reyna að hanna eitthvað á þeim vörum sem falla til, reyna að endurvinna eins mikið og hægt er. Þetta að vera að urða, þetta er orðið algjört tabú og að brenna og svona. Það eru svo margir þættir og það er til svo æðislega lausnir og það er bara alveg fullt af fólki sem er að vinna í því að reyna að hafa þessa hluti í betri farvegi. En talandi sjávarútveginn, það er náttúrulega eins og þú segir, þá náttúrulega skiptir það máli að hafið sé eins hreint og eins og mögulegt er. Þannig er þetta svona smá vitundavakning í sjávarútveginum þeirra, þeim sem stýra þar gagnvart þessu, að þeir náttúrulega að nýta fiskina ennþá betur og finnst þér hafa orðið vitundavakning svona, í hugafærinu þegar menn eru að koma að landi og hvað eru að koma með sér, það er ekki verið að hendi í sjóinn lengur, eða hvað? Nei, sko, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, gamla LIU, þeir fóru nú á stað með gamalt slagur í gamla dag sem hét Hreint haf, hagur Íslands og byrjuðu að hvetja útgerðarmenn til að koma með að landi allt það sem féll til borð og ég get alveg vottað það að það sem ég er að hreinsa upp úr fjörunum er bara gamlar syndir en það virðist vera dálítið mikið af þeim og þetta er inn í grjótgörðunum, þetta er í fjörunum svo djöflast hann ægir á þessu alveg fram og tilbaka mokar þessu upp á land. Það var mjög merkilegt eins og fyrir 2 árum síðan það var háflóð og töluvert brim við Grindavík og þá gengu skaflarnir langt upp á land
og eftir sátu bara heilu túnbreiðurnar fullar af plasti sem að sagði manni það að það var svona mikið í grjótinu. Og þetta var allt svona þrifið og rannsakað, svo var bara komið árið seinna og þá var annað eins magn komið því að það er svo mikið í grjótinu. Og auðvitað það náttúrulega að fjarlæga þetta því að þetta brotna niður þá í þessar litlu einingar. En þetta örplast sem að enginn vill, það finnst örplast orðið upp á Vatnajökli, það er náttúrulega ósköp eðlilegt, þetta er svo lítið og létt, það gufa bara upp og svo rignir þetta bara niður. En útvegsfyrirtækin, þau eru ofsalega samstíga út allt Ísland að koma með allt að landi, hvort sem það heitir það sem að tilfellur borð og aflan eins verðmætan eins og hægt er. Og nú er verið að nota þorskinn alveg upp til agna. Þetta eru gríðarleg verðmæti að eiga hreint haf og hreint land. Þjóðin, mér finnst þú verið í svona smá keppni núna að vera að endurvinna og vera umhverfisvænn og vera til fyrirmyndar og vilja gera samfélaginu eins gott eins og hægt er því að maður vill nú ekki vera neitt svona partykiller en sá sem að tekur ekki þátt í þessu nýja trendi sem er í gangi, hann verður bara út undan. Hann á ekki séns. Og svo náttúrulega, svo er þetta að drepa allt á samfélagsmiðlum, þú þarft ekki að labba meðfram einhverju svæði einhvers staðar og taka myndir af því og pósta því á samfélagsmiðlum og þá fer allt á annan endan og auðvitað náttúrulega við Suðurnesjamenn, við getum gert rosalega mikið í því að fegra og bæta okkar ímynd og það er einmitt þetta verkefni sem við erum með núna, Reykjanes jarðvangur, hérna UNESCO Geopark og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og Blái herinn, við tókum höndum saman og gerðum smá samning og ég er búinn að hólfa niður hérna 25-30 svæði sem ég ætla bara að útdeila til fyrirtækja og stofnana og skóla og svo er ég bara til taks þegar þau vilja gera sér glaðan dag og fara og taka þessi hólf sín og drífa og síðan ætlum við að vigta þetta allt saman og síðan ætlum við að rannsaka hvað við hreinsuðum og eftir þetta ár þá getum við sagt að Suðurnesin, Reykjanesskaginn, sé þá hreinasta landsvæði Íslands og búið til svona módel sem ætti að geta nýst öðrum sveitarfélögum út allt land. Því þetta er ekki neitt flókið atriði, þetta er bara spurning það, búa til verkefnið, hafa gaman að því, þetta kostar ákveðið fjármagn, það gerir það og síðan er bara að láta slag standa og fara og hafa gaman. Sko, á þessum 25 árum, þá eru 10.000 manns búin að koma í verkefni hjá Bláa hernum. Þau eru búin að hreinsa 1600 tonn og þetta eru sko 80 og eitthvað þúsund vinnustundir sem liggja á bakvið þetta allt saman. Og þessi framtakssemi þessara aðila sem að vilja koma í þessi verkefni, það er þessi umhverfisvitund sem að ég vil meina að þessi núvitund í dag snýst öllum. Þú getur gert rosalega mikið fyrir þitt samfélag sem er umhverfisvænt. Fyrir að fyrst náttúrulega áttu bara að skila öllu sem til fellur frá þér í réttan farveg. Það er aðalatriði. Síðan þarf að leysa alls konar svona einhverja spennur á tunnurnar svo að tunnurnar opnist ekki í öllum þessum rokum sem við höfum hér. Það eru landsvæði hérna og fyrirtæki sem eiga stór og mikið landsvæði sem er á þeirra yfirráðasvæði. Þau eiga náttúrulega bara brett upp ermar og hafa þessi svæði hrein, sína samfélagslega ábyrgð. Vonandi tekst okkur hérna hjá þessu batteríi Reykjanes jarðvangu og SSS og Bláa hernum að útbúa svona dálítið pepp fyrir fyrirtækin að taka sín hólf og gera þeim góð skil. Ég trúi því að við hérna á Reykjanesi eigum eftir að eiga sko
verðmætasta auglýsingaskilti sem til komið og njóti hreinna fjara á Suðurnesjum. Þetta bara vörumerki og það nú þannig að blái herinn, hann má votta fjörur. Það alveg tekið gott og gildi á Umhverfisstofnun að ef að blái herinn búinn að þrífa einhvers staðar, þá það hreint. Og það mjög gaman að því. Það ansi flottur stimpill. Já, það mjög flott, það verðmæti í því. Já. Sko, Landvernd og blái herinn eiga vefsvæði sem heitir Hreinsum Ísland. Þar allt tíunda niður hvernig þú átt að hafa árangusríka strandhreinsun. Þú getur ekki farið með leikskólakrakka í svona grjótgarða. Þú fer með þá í sandfjörurnar. Og þú voru að klæða eftir veðri og aldrei vera lengur en 2 tíma í einu, hafa gaman að þessu, vera með nesti. Þetta svo æðislega góð útivera. Hún skilur svo mikið eftir sig fyrir þá sem að eiga eftir að erfa þetta land okkar. Við erum staddir hérna við smábátahöfnina í Reykjanesbæ og hér mitt horfum við hérna í Keflavíkinni alveg á þess að, já, í dag þetta orðið glæsileg strandlengja. Hún var það ekki fyrir 20 árum síðan. Nú komið flott gönguleið hérna og hægt að hjóla og allt og maður sér að þetta gríðarlega mikið notað. En segja okkur aðeins í stuttumáli svona þessi garður, hann varð til, fyrir einhverjum, þetta orðin 10-15 ár síðan sem framkvæmdir hófust og þetta grjót úr Helguvík þar sem var verið að byggja álver og sem að reyndar reis, kannski, stað sem hófst ekki. Segja okkur aðeins frá þessu. Þú þekkir málið. Sko, það var náttúrulega, hér var bara sjávargangurinn, hann var svo sterkur hérna. Þetta gekk alla leið upp á Hafnargötu og menn voru bara að velta fyrir sig hvernig hægt að bremsa þetta af. Og þetta náttúrulega var tengt saman við það, allt þetta grjót sem búið að sprengja úr Helguvíkinni var flutt hingað og búinn til þessi garður og síðan í ofanálag kom síðan göngustígur sem gríðarlega vinsæll og þessi höfn var til og allt þetta í kringum þetta. Nú þetta orðið bara málanna að það verið að verja strandlengjuna mjög víða út af því að það hefur hækkað sjávarstaðan. Þrátt fyrir það að þessir grjótgarðar sem eru gríðarlegt öryggisatriði að þetta skuli ekki ganga hérna langt upp á land, en þeir fyllast því miður bara af, það þarf að þrífa úr þeim, en þeir eru gríðarlega gott verkefni og góð vörn og þetta orðið bara allstaðar. Það alls þar sem verið að sprengja upp og gera eitthvað. Það fer allt í svona hafnargerð eða uppfyllingar eða eitthvað í kringum það. Og talandi strandlengjuna, þú nefndi það við mig daginn að þú ert farin að nota dróna til þess að skoða stöðuna, nýta þér nýjustu tækni. Hvernig ætlar að gera það meira eða? Já, nú ég ekkert svona tæknigúrú en þegar maður lendir í svona einhverjum þrengingum eins og þegar þetta COVID kom hann í fyrra, þá duttu bara 10 verkefni strax út af verkefnaskránni sem var hingað og þangað landið að taka á móti fólki sem kæmi með litlum skemmtiferðaskipum og það átti meðal annars að koma 1 skemmtiferðaskip hingað til Keflavíkur og við ætlum að fara eitthvað út á Reykjanes og gera eitthvað. Nema það að ég sagði við konuna, nú bara hengjum við hjólhýsi aftan í bílinn og nú förum við bara og keyrum hringinn í kringum land og förum að skoða fjörur og förum svona að lita kóða fjörur vegna þess að í framtíðinni þá veit ég það að íslenska ríkisstjórnin, hún ætlar sér að leggja fjármuni í það að þrífa landið sitt. Og þá bara gott að byrja á verstu svæðunum og það akkúrat það sem ég var að gera hérna með Reykjanesskagann. Ég keypti með dróna og ég fór bara að filma verstu svæðin. Nú á ég myndir af verstu svæðunum og svo tökum við myndir þegar svæðin orðin hrein og þá erum við með þessi verðmæti í höndunum það að hafa gert eitthvað. Sko, það aðalatriði í dag, það að blása það upp að vera að gera eitthvað í staðinn fyrir að láta negla sig við það að vera ekki að gera neitt því að það erfiðara að vinna sig út úr þeirri stöðu heldur en að hafa gert eitthvað. Og þetta bara skemmtilegt og ég ætla að skora á svona þau fyrirtæki sem að hafa tækifæri á því að gera sér einn
glaðan umhverfisdag, hafa bara samband við mig og af því að ég hef svo gaman að þessu, það bara málið sko. Tómas, í þessum 5 milljóna styrk frá Útvegsmannafélagi Suðurnesja, þá ertu að, já, þú ert að fá björgunarsveitirnar, ætlar að fá þær í lið með þér í þessu og þær fá hluta af styrknum? Já, 30%. Vegna þess að sko björgunarsveitirnar, þau eru náttúrulega, þetta er alveg sko tvíþætt. Þau komast á staðinn með sín tæki og tól sem eru þá 4-hjóladrifni bílar, þetta eru þannig svæði og þetta eru svona... Eru vel græjaðar sveitirnar? Já, eru vel græjaðar og þetta er svona klöngurvesinn, þetta er svona grjótgarðadæmi og erfitt en þetta er bara frábær fjáröflun fyrir björgunarsveitirnar að geta fengið styrk í sína frábæru starfsemi og ég tala ekki hérna á Reykjanesinu því nú búið að vera mikið álag á þeim vegna þess að náttúran okkar hérna fór að trufla dálítið prógrami hjá okkur. En þetta módel Bláa hersins sem það hvernig hann vinnur, þetta virkar út allt land og það alls staðar björgunarsveitir og það vantar alltaf peninga. Þannig að það væri gríðarlegur akkur fyrir björgunarsveitirnar að fara bara í svona hólfaskiptingu á sínum svæðum og að fyrirtækin á svæðinu, hvort sem það eru sjávarútvegsfyrirtæki eða önnur fyrirtæki, þau settu bara saman í búk til að sjá þetta framkvæmt og ég hlakka bara til þegar við hérna á Reykjanesinu erum búin að gera okkar, hvort ekki einhverjir aðrir taki ekki þetta módel og færið eitthvað annað. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við aðra miðla Víkurfrétta. Við erum búin að vera að gefa út blað í 40 ár, hugsa ykkur það. Dreifum Víkurfréttum í prentuðu máli, frítt öll Suðurnes. En það eru líka mjög margir sem að nýta sér netið og sjá blaðið þar. Við erum að skrifa fréttir á hverjum degi á Víkurfréttavefnum vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns getið séð á Víkurfréttavefnum. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.